handknattleik, FH og Valur. FH-ingar eru komnir hingað frá Hafnarfirði og eru gestir Valsmanna hér í dag. Og við ætlum að fylgjast með næsta klukkutíman eða svo þessum leik. Og hér voru þeir Steingrímur Hermannsson, utanríkisráðherra segi ég, og Þorsteinn Pálsson, forsætisráðherra, að heilsa upp á leikmenn. Þeir eru heiðursgestir í dag. Og hér við hliðina á mér eru tveir heiðursmenn, Jón Pétur Jónsson, gamall Valsmaður eða þannig, og Ragnar Jónsson, gamall FH-ingur. Velkomni strákar. Jón Pétur, ég ætla að byrja á því að spyrja þig. Tilfinningin að vera hér heima, ef við getum orðað þannig, og með þessa stemningu og öll þessi læti, hvernig hún? Hún náttúrulega algjörlega ný fyrir okkur vegna þess að þetta í fyrsta skipti sem að við eigum okkar heimavöll í svona mikilvægan leik. Þannig að ef að við til dæmis vinnum hér í kvöld þá getur þetta orðið mjög gott veganesti upp á framtíðina. Ég held að heimavöllur eigi og sé alltaf miklu sterkari heldur en að spila útivelli og ég held að FH eigi eftir að finna svolítið fyrir því. Allavega að vona við það. Ragnar, hvernig eru þínar taugar í dag? Það eru mjög góðar. Rólegur? Sallarólegur. Þú heldur náttúrulega FH vinnur þetta og býst við því fastlega? Við spáum ekkert, við spíum ekki að flauta verða af. En Jón, viltu spá einhverju Jón? Nei, ég held að það sé ekki sanngjarnt að gera það. Þú ætti kannski að segja okkur frá þessum spámanni sem þú hittir hér fyrir utan á þann. Á honum Bótan. Honum Bótan Kovalsik, já. Hann var alveg með þetta á hreinu. Hann spáði 19-10 fyrir Val. 19-10? Ég náttúrulega var snöggur að samþykkja það og taka í hendina á honum. Jæja, en við skulum nú vona að verði þó aðeins meiri spenna en það. Og við segjum það, megi betra liðið sigra hér í dag eða tryggja sér titilinn. Valsmönnum dugar ekki jafntefli, hins vegar dugar FH-ingum jafntefli til þess að tryggja sér titilinn. Valsmenn verða að knýja fram sigur. Og leikurinn er að hefjast og hér er troðfullt hús og lætin alveg hreint ótrúleg. Hér má ætlað séu 800 til 900 manns. Nú, lið Valsmanna, byrjunarliðið er nokkuð hefðbundið. Það er Valdimar Grímsson í hægra horninu. Nú, Jakob Sigurðsson í því vinstra, Jón Kristjánsson á miðjunni, Þórður Sigurðsson hægra megin fyrir utan, Júlíus Jónasson vinstra megin fyrir utan og Geir Sveinsson inn á línu. Hann er fyrirliði liðsins og Einar Þorvarðarsson í marki. Nú við skulum reyna að velta fyrir okkur liði FH í þessum leik. Í markinu er Magnús Árnason, Einar Hjaltason, hann er númer 5 og spilar í vinstra horninu. Gunnar Peindinsson númer 6, hann spilar í því hægra. Óskar Ármannsson númer 7 spilar á miðjunni, stjórnar spili FH-inga yfirleitt eins og herforingi. Og Héðinn Gilsson, hann hitti ég hér áðan inn í búningsklefa og allt var í lagi með hann. Bakið í fínu lagi, sagði hann. Og hann er númer 10. Nú Guðjón Árnason er númer 13. Og síðast en ekki síst Þorgils Óttar Matthísen, línumaður og fyrirliði FH. Hann leikur í treyju númer 2. Nú þá held ég að við getum vart beðið lengur eftir því að leikurinn hefjist. Hér eru auðvitað mun fleiri Valsmenn heldur en FH-ingar, en FH-ingarnir láta upp með miklum látum svo að það virkar nú á manna eins og að þeir séu hér nokkur hundruð. En Valsmenn byrja með boltan. Dómarar eru Ólafur Haraldsson og Stefán Arnarsson. Koma að norðan. Einir af okkar bestu dómurum. Og nú er leikurinn að hefjast. Úrslita leikurinn í Íslandsmótinu í handknattleik 1988. Og það eru Valsmenn sem hefja leikinn. Og það er Geir Sveinsson fyrirliðira sem að hendir boltanum fyrstur manna hér í dag og FH-ingar taka á það ráð strax, eða bregða á það ráð að taka 2 úr umferð, þá Júlíus Jónasson og Jón Kristjánsson. Það þýðir það að það eru 4 FH-ingar eftir í vörninni á móti 4 virkum Valsmönnum. Þórður, þetta er aukakast.
Fannst þér þetta ljótt, Ragnar? Já, þetta var ljótt brot. Jón, þetta kemur óvart. Nei, ég sjálfum sér ekki. Þetta var lið verið að gera í allan vetur og ég held að FH-ingar eigi eftir að falla á þessu. Brotin verða svo brútal að eins og ég sjáum strax að það komi gult kort. Vegna þess að ég grunum það að Júlíus Jónasson eigi eftir að hreyfa sér mikið hér í dag. Það eru dagsfyrirmælin. Ragnar, Þetta á ekki að byrja svona að taka úr umferði fyrst í byrjun. þú ert ekki sammála þessari byrjun. Nei. Við skulum sjá hvernig þetta gengur hjá strákunum. Júlíus með Kom í ljósa sem ég sagði. Já, og Júlíus Jónasson gerir fyrsta mark leiksins. Staðan þá 1-0 fyrir Val. Og 29 mínútur nákvæmlega eftir af fyrri hálfleik. Valsmenn spila sinn hefðbundna varnarleik með 6-0 vörn, enginn framar en annar. Óskar, nei, reyndi þarna línusendingu en brotið á honum. Þarna finnst mér Viggo Sigurðsson hafa eitt trombónu sinu strax í byrjun. Það er nefnilega Miklu betra að eiga þetta eftir heldur en að taka á þessu strax. Það er guldspjald aftur. Við skulum sjá hvort að þú reynist sannspár, Jón. En leikurinn er rétt hafinn. FH-ingar eru hér í sókn. Óskar Ármannsson, Guðjón Árnason, Gunnar, Óskar. Hér er leikkerfi. Óskar í gegn og skorar fyrsta mark FH-inga. Ragnar. Þetta var laglegt hjá þeim. Þetta var góð opnum. Þetta, já fyrir ekki Jón. Þetta er geysilega lunginn leikmaður og er mikill smugumaður eins og við segjum. Það er einmitt það sem ég ætlaði að fara að segja. Þetta er einn af okkar skemmtilegu leikmönnum í deildinni í ár. Og Valsmenn þá í sókn hér. Það er Þórður Sigurðsson, já, hann er vinstra megin. Geir Sveinsson leikur hér fyrir utan. Þórður í gegn og dæmt aukakast. Þetta var ruðningur. Það var lykt af því eins og við segjum. Enda er hann tiltölulega ungur leikmaður og hann er náttúrulega ákafur í byrjun í svona leik, þannig að það er ósköp eðlilegt að hann reyna að leggja sig mikið fram á hægtir. Já, það er Júlíus Jónasson sem skorar aftur fyrir Valsmenn. Staðan þá 2-1. Þetta er vörnir sem klikkar þarna. Þeir eru upp með hendur. Þetta er einmitt það sem að menn að vera að tala með eins og við segjum bekkjarmennir í vetur að nota þetta miklu meira fyrir Júlíus vegna þess að vanlega hann tekið um umferð. Þetta er áminning á... Já, það er Þorbjörn Guðmundsson, elsti maðurinn á vellinum sem að fær gulaspjaldið. Þorbjörn Varnar Jálkur, hann er 33 ára gamall. Hann fær hér gulaspjaldið strax í upphafi leiks fyrir að brjóta hérna í gilsinni og hérna með boltan hér Óskar Ármannsson, Guðjón Árnason og Gunnar í hægra horninu. En sama leikkerfið hjá FH, við sjáum það hér og inn á línu núna en brotið af Þorgils Óttari, það gerir Júlíus Jónasson. Þetta er sama leikkerfið. Ég get sagt ykkur það að ég veit að þetta er gamalt Víkings leikkerfi. Ég held ég muni meira þess að númerið á þessu leikkerfi, Jón, 5. Voruð þið með kerfið þá? Já, skot frá Héðni sem Einar ver. Mér finnst FH-lið ekki vinna nógu vel saman. Þetta reynir aðal á tvo menn, Guðjón og Héðinn, hinn eru allt á staði, finnst mér. Þeir eru daufir núna í byrjunni. Já, mér sýnist það. Nú, Valsmenn eru áfram teknir 2 umferð, það er Júlíus og Jón Kristjánsson og Geir Sveinsson spila fyrir utan eins og ég sagði á, nummer 6, Jakob Sigurðsson með boltan. Geir missir hann en dæmt aukakast á FH-inga. Já, Júlíus Jónasson. Nei, Jón Kristjánsson er boltanum, unaði ekki miklu FH næði boltanum. Sendingin á Þórð, en glæsileg markvarsla hjá Magnúsi. Býðum nú við, dæmt lína á Þórð Sigurðsson. Þetta var agalegt færi. Þarna fór hann inn af allt og miklum krafti. FH-ingar geta því hugsanlega jafnað núna, staðan 2-1. Valsmenn yfir, Júlíus Jónasson er búinn að gera bæði mörk Valsmanna og Óskar Ármannsson gerði fyrsta mark FH. FH-ingar með boltan hér, Héðinn Gilsson, Einar og Óskar. Unaði ekki miklu, Þorgils Óttar og Einar inn. En í stöngina, góð markvarsla, það var Einar Þorvaldsson sem varði þetta skot og í stöngina Þorbjörn og Valdimar með skot en dæmt vítakast. Þetta var vel spilað. Þorbjörn Guðmundsson, aldursforsетinn sendi þarna Valdimar Grímsson og það var brotið á Valdimar þannig að Valsmenn eiga vítakast. Júlíus Jónasson á vítalínunni til varnar Magnús Árnason og Magnús ver.
Magnús bróðir Guðjóns ver þetta vítakast. Nú það annar þriðji bróðirinn Jónas Árnason á bekknum, en það önnur saga. Boltinn hann gengur ekkert í F-fæðingunum, það spila alltaf hægt. Já, þetta svona að fara í gang, menn átt að sjá sig í rólegheitum. Það náttúrulega mikil taugaspenna í báðum aðilum. Héðinn, Einar ver enninu sinni. Einar Þorvarðarsson búinn að verja 3 skot á fyrstu 5 mínútunum, Guðjón Raddarsson, en Jón Kristjánsson brýtur á Guðjóni. Ég sé það alveg á Einari að hann ætlar að gera sitt til þess að reyna að vinna þennan leika, því hann alveg óhemju góðu skapið í markinu. Og sendingin á Þorkels, þetta var glæsilegt. Lagleg sending. Þarna sáum við enn einu sinni samvinnu þeirra Óskars og Óttars. Ragnar, hún hefur verið góð í vetur. Mjög góð. Hann er mjög góða sendingar frá honum Óskari og eins Guðjóni líka. Staðan þá 2-2, það er jafnt. Og Valdimar inn úr horninu og skorar. Valdimar komst þarna fram hjá Þorkels Óttari fyrirliða og skorar 3. markið fyrir Val, staðan 3-2. Nú sýnist mér Valsþjálfarinn ætla að setja Gísla Óskarsson inn á til þess að fá Jakob meira í sóknina. Og vítakast eftir að Héðinn Gilsson reyndi þetta skot sem Einar varði og Þorkels Óttar náði boltanum með Valsmenn brútt á honum, þannig að það er Óskar Ármannsson sem að stilla sér upp á vítalínu. Einar til varnar og Óskar skorar. Hann er geysilega góður í vítunum hann Óskar. Rólegur og öruggur. Líka hann virðist vera mjög rólegur núna. Já, líka ef hann hendur ekki að fyrsta þá er það nokkuð gott hjá honum. Já, Óskar er ekki gamall, hann er 23 ára en spilar hér eins og hann hefði ekki gert annað um ævinn, hann spilar úrslitaleiki. En Valsmenn eru hér í sókn. Valdimar, nei, það er búið að flauta, er Einar Hjaltarsson sem hafði braut á honum. Er búið að breyta vörninni núna. Nú takaði bara Júlíus umferð. Það er rétt. Nei, er ekki Þorkels þarna á veiðum. Þorkels, jú, hann kemur framalega en tekur ekki Jón þó úr umferð. Já, aukakast. Það er rétt hjá Ragnari, en fáingandir hafa aðeins bakkað. Já. Jón. Inn á Geir, þetta er laglegt og vítakast lítur að vera, já. Þarna fór hann inn að miklu harfylgi. Mér sýnist hann eitthvað að vera meiddur af hann. Þetta var mjög vel gert hjá þeim báðum. Mjög góð sending hjá Jóni, það var hangið í Jóni þegar hann gefur boltan og Geir er sterkur strákur sem hann náði að rífa svo lausan þarna og fiska vítakast og það er Valdimar Grímsson sem að fer núna á vítalínuna. Staða 3-3 og Valsmenn eða vítakast. Þetta eru hluti sem Valsmenn verða að nýta, það eru vítakostin. Nei, Valdimar skorar. Staðan þá 4-3 fyrir Val. Þetta getur eiginlega vart að vera í jafnara. Það er margt hægt að segja það. Þeir hafa skipt með sér mörkunum, Valdimar og Júlíus Pór hefur skorað 2 mörk og F-fanga nú í sókn. Óskar með skot, þetta er aukakast. Þetta er fríkast. Já. Þetta er aukakast og F-fangar halda boltanum. Valsvörðin, hún skal vera á vítateig þegar að fríkastið er tekið eða aukakastið eins og það heitir á betri íslensku. Héðinn Gilsson, Einar, Héðinn og Óskar og Guðjón. Nei, Einar varði og greip boltan eftir að fór í vörðina. Jakob Sigurðsson segi ég. En dæmt aukakast á F-fangar. Reitt sem ég reik augunni í samvættu F-liðið einmitt í þessum sal sem að ég hélt að þeir væru nú vanar að þeir að spila í mjög svipuðum sal. Hornamenni hjá þeim eru eiginlega má segja út úr leiknum. Þeir ógna svo langt inn á miðjuna, þeir hjappis öllu saman. Og það er kannski það sem má ekki gera við Valsvörðina, hún er það há á miðjunni. Hún er það há sko í miðjuna að draga horninans neður og reyna að ógna þarinn. Einmitt. Það er þetta virkið svolítið þröngt, ekki full breytt. Já, völlurinn er það nú það sko. Völlurinn á að vera alveg, Það ná að vera lögur. Það virkað þröngur. Jæja, en Valsmenn eru hér í sókn. Valdimar og Þórður. Valdimar aftur. En dæmt aukakast á Einar. Og mínir menn verða að reyna að vinna þetta meira saman. Það er boltinn fær ekki að ganga nú. Þórður Sigurðsson, Jón, Jakob, Júlíus Laus, Jakob
Jakob reynir að brjótast í gegn og kemst í gegn og skorar. F.O. vörnin, hún spilar alltaf framalega. Já, mér finnst það. Og opinn. Alltaf opinn. Jakob Sigurðsson, 23 ára gamall, skoraði þetta mark með skemmtulegum hætti. Skeri sér heilu hringhaldi bara og inn í gegnum vörnina. Staðan þá 5-3 fyrir Val. Valsmenn eru komin með 2 marka forystu og 19 mínútur og 30 sekúndur eftir að fyrir hálfleik. Óskar. Nei, allt í lagi, ekkert skref á þetta. Þetta fangar handa boltanum, Guðjón inn á línuna á Þorgils en það er Júlíus. Júlíus fær gula spjaldið. Já, þeir eru óspari núna á gulu spjaldina því þeir ætla sér að halda þessum leik eins mikið niður eins og hægt er. Þess vegna byrja þeir alveg inn á fyrstu mínútu að gefa gulu spjaldinu og síðan byrja þeir að reka út af. Það er alveg rétt stefna hjá þeim. Og hér er leikkerfi uppfyllingu hjá F-fangu, Guðjón inn á línuna á Þorgils. Þetta var skemmtilegt leikkerfi. Fljótur að flauta núna. Þeir dæma línu á Þorgils, þeir vilja meina hann hafi stigið inn fyrir línuna. En hann grípur. Hann grípur hreint ótrúlega, hann er með jötum grip eins og þeir segja. Héðinn. Þetta er rautt. Hann grípur aftan í manni. Já, allan er Þorbjörn búinn að fá gula spjaldið, þannig að það var nú heppinn kannski að vera ekki reikin út af þarna. Hann grípur aftan í manni, hálsmálið á hann. Nú erum við með eitthvað uppstillingu. Lili virðist að hann verið búinn að stúdera á svolítið. Héðinn var nefnilega geysilega grimmur í leiknum í Hafnarfirði. Einar Varði. Þetta var vel gert, nei. Og dæmt víti. Geir Sveinsson fer inn í vítateig til þess að ná boltanum og dómararnir dæma vítakast. Þetta er alveg hárréttur dómur ef að Geir hefði verið lentur inn í teignum. En hann fer inn og slær boltan í loftinu. Hann var í loftinu þegar hann... Þannig að þessi dómur algjör út í höfn. Hann er í loftinu maður þegar hann kýlir boltan, þetta er rugg. Það gæti verið, en við skulum ekki vera kannski svona alveg svona kvassi vegna þess að það gæti hugsast að hann hefði stigið inn í tegin áður og stökk af stað. Hann er í loftinu þegar hann kýlir boltan. Þá er það alveg hárréttur dómur að þetta eru nýja reglur sem að hefur verið að kynna sér. Jakob í gegn og skorar glæsilega. Hann ræður ekkert við hann í horninu. Þeir megi ekki sækja svona út á móti hornamannum. Við sjáum að þetta tekur ekki nema 5-7 sekúndur fyrir Valsmenn að skora. Þetta er verða að fara að bakka með vörnina. Já, vörnin ekki nógu sterk. Nú er fangað með boltan hér inn í loft upp, en Einar ver enn einu sinni. Og löng sending, slæm sending hjá Einari, beint í Greipar Óskars og hann með gott skot. Þetta var laglega. Þetta er eini hvíti maðurinn í F-fáliðinu eins og er. Þeir verða að fara að stíga hans meira á mótunum. Já, ég ætla endur að taka það fram að F-fangar eru búin að gera 5 mörk þar með og Óskar Ármannsson 4 af þessum 5 mörkum. Hann hefur átt breytað í vörninni. Komaði reyðilega. Já, þú ert ánægður með það, Ragnar. 5-1, já. Já, nú bakkar hann hefur heyrt í okkur. Hann hefur heyrt í okkur, já. Og Valsmenn eru hér. Jón, Þórður, Valdimar, Jón. Og Þórður í gegn. Og skorar. Það var ærlega gert hjá þeim. Þarna tæmdi Valdimar Grímsson inn og hotnamaðurinn fór með honum. Þetta var vel spilað. Staðan 7-5 fyrir Val. Þetta var skemmtileg sókn og Valdimar, eins og sagði Jón, átti sinn heiðurinn á þessu marki. F-fáingar með boltan geta minnkað muninn í 1 mark. Viggo er að tala við sína menn. Gunnar, Guðjón reynir að komast hér í gegn en brotið á honum og dæmt aukakast. Mér finnst líka annað með F-fáingarna. Þeir fara alltaf nálagt Valsmönnunum vegna þess að Valsmennir spila svo aftarlega í stað þess að reyna að taka fléttu fyrir utan og fá Geðinn upp á stöttu færi. Já, dæmt aukakast. Ég held að það sé alveg réttur dómur. Já, hann var heppnið þarna. Það var boltinn var það langt frá honum. Það var svona loðið. Já, en þeir gripu í hann. Þeir spila alltaf nálagt vörninni F-fáingarnir. Já, mér finnst það því að Geðinn þarf svolítið braut. Já, það er hárrétt. Óskar, Héðinn, Óskar, Guðjón, með skot í stöngina, Óskar er boltanum. Nei, já, réttur dómur. Þetta er hárrétt. Þeir hafa góð tök á leikningdómararnir og hafa gert það hingað til. Mjög svo. Óskar Ármannsson á miðunni. Mér finnst Guðjón ekki vera alveg í miklu jafnvægi. Óskar,
Óskar með hitt. Hann heldur þeim alveg gjörsamlega á floti. Staðan 7-6 fyrir FH, fyrir Val segi ég, og Óskar Ármannsson gerði sitt 5. mark þarna. Og staðan eins og ég segi 7-6. Þorkels Óttar svo FH-ingur sem hefur skorað fyrir utan Óskar. Hann hefur gert 1 mark og Valsmenn í sókn. Það stefnir í hörkuleik, það stefnir í ekta úrslitaleik eins og við getum orðað það. Þetta svona harðnasmáis. Það eitt meðan Óskar sem ég geysilega hrifinn af að þetta eina af fáu, eins og við segjum, gólskiptunum sem eftir í dag í íslenskum handbolta. Nú skeður þetta allt saman með klippingum og menn fara í loftið. Þarna sjáu þið að hann skýtur eldsnögt í gegnum vörnina, markmaður á ekki möguleika að sjá boltann. Það rétt hjá Þetta alveg hverfandi stétt eins og við segjum. Alveg rétt. Ragnar Jónsson, hann var nú frægur fyrir þetta. Ragnar, þú heyrðu þetta. Já, ég heyrði þetta, Jóni. Júlíus með skot í Já, varnarleiki. mikið voru uppi með hendur í vörðinni á hann. Já, og það dugði þeim til þess að vinna, Valsmönnum allavega til þess að vinna hottkast. Þeir eru alltof framalega. Svo laust. Jakob með boltan, Júlíus, Jón, Þórður, Valdimar og eitthvað nú í uppsiglingu hjá Valsmönnum hér. Valdimar leysir upp, inn á línuna, sjáum við. Nei, glæsilega varið. Það var Bergsveit Bergvinsson sem komin í markinu með 12 sem varði þetta skot. Og FH með bolta, Þorkels Óttar inn að bjóta sig gegn, út í hornið á Einar. En aukakast dæmt á Valdimar Grímsson. Hornamenn í FH, þeir fylgja Valdimar ekkert inn. Ég er alveg hissa á því að þetta er búið að ske í fjórgang. En í svona leik þá verða menn að geta klára svona færi. Nú hér kom Pétur Pedersen inn á, hann er númer 4, skiptir við Einar Hjaltason. Geði Gilsson. Já, dæmt aukakast. Geði fekk boltan kannski heldur á nálægt vörðinni þarna, hann gæti ekki aðtapna sig. En fangar halda boltanum, Geði kemur skilabóðum til Péturs Pedersen. Pétur á greinlega hjálpa honum. Og jafnvel Héðinn honum Pétri. En sjáum, Pétur hleypir inn á línuna. Guðjón, Óskar. Nei, áfram. Þetta gengur illa hjá FH að finna glöfu og dæmt aukakast á Jakob Sigurðsson. Staðan 7-6, 12 mínútur og 35 sekúndur eftir. 7-6 fyrir Val og FH í sókn. Þeir komast ekki mikið áleiðis eins og er. Þeir spila svo nálagt. Já. Óskar með sending á Þorkels. Já, hárréttur dómur. Þetta var rétt. Þorbjörn greip í Óttar. Og þetta er runningur. Þetta er rétt. Nú, dómarinn er ekki saman okkur. Það var ekki búið að dæma aukakasti á hann. Já. Það var ekki búið að flauta á. Þarna skal það tekið. Og þetta er tildulega jafnt en þá. Já, það er ekki hægt að segja að það geti alltaf orðið jafnara. FH með boltan, Óskar í gegn. Laglega og vítakast. Óskar Ármannsson á hreint stórleik hérna í Valsheimilinu fyrir FH. Strákurinn, það er ekki nema að vona sér þreytur orðinn. Það smauð þarna skemmtilega á milli þeirra. Nei, skiptar vítaskipti. Það er ekki óskynsamlegt. Guðjón Árnason á vítalínunni og skorar. Já. Ég kalla Óskar Ármannsson góðan ef hann heldur út 60 mínútur með þessum dampi vegna þess að þetta er geysilega mikið. Hann er langlíflega. Mikla orku sem hann er búinn að eyða í þessar fyrstu 20 mínútur. En það hefur hann alveg gjörsamlega haldið þeim á floti. Nú staðan 7-7. Guðjón Árnason gerði þetta mark úr vítakasti eins og við sáum. Valsmenn með boltan, Þórður og Valdimar. En þá samanliðið hjá Valsmönnum. Júlíus, brotið á honum, það gerir Guðjón Árnason. Geir inn á línunni, Jakob í vinstra horninu. Jón hér með boltan, Þórður og Júlíus Jónasson. Upp í loftið inn á línuna til Valdimars og hann skorar. Þetta er í 5. eða 7. skipti sem Valdimar Grímsson fær alveg fría ferð í gegnum hornið. Þetta er treyst ekki samherjanum að klára mannin. Þeir falla 2 í Júlíus. Það fara 2 út í henni, já, það er rétt. Og þá opnast það bakvið. Ok, staðan þá 8-7. Þetta er allt á suðupunkti hérna. Og hér er það Héðinn með skot en Enver Einar. Og það var Pétur Pedersen sem reyndi að slá boltan inn í markið en það tókst honum ekki og Valsmenn hafa boltan. Einar hefur varið núna 7 skot á 20 mínútum. Þar af held ég 5 frá Héðni þannig að ég er svolítið hissa á Héðni. Hann skulle ekki aðeins að róa sig niður af því að
Hann virðist ekki verið í nógu mikilli spilæfingu því hann jú meiddur í baki og búinn að vera að hvíla núna undan þetta 2-3 leiki. Já, og þegar þú talar þessi orða þá sáum við það, þó að myndavélinn hafi ekki séð það, að F-fangarnir voru í hóp þarna keðinn og voru að ráðleggja honum eitthvað. Við skulum sjá hvað hann gerir í næstu sókn. En nú eru Valsmenn í sókn, staðan 8-7. Júlíus, Jón, inn á Júlíus í gegn og skorar ekki, en það er vítakast. Þeir ráða ekki við vörðina svona framalega, engan veginn. Vegna þess að nú hafa markmennir hjá FH varið geysilega vel í vetur, sérstaklega skot langt utan af velli. Eins og til dæmis bara í leiknum Valur FH sur í fyrra, þá vörðu þeir mjög vel skotið mitt frá Júlíusi. Valdimar að það reyna þess aftur. Hann er svolítið frægur fyrir snúningsbolt ef að spennan er ekki eins mikil eins og hún er núna. En gaman að sjá hvort hann reynir það. Talið um að Héðinn á hann er búið að vera í honum 5 skot. Hann leggur alltaf mikið í upphápi. Já, akkurat, það vantar snerpuna í hendina. Einu við, hér hefur verið gert smá hlé á leiknum. En ég held að allt sé í lagi. Það væri nú gaman að fara og setja blóðþrýstingsmæli á þjálfarana núna. Já, það segir þú satt. Allan sé ekki svo. Jæja, en Valdimar kominn á lífítalínuna, við skulum sjá hvort hann Já, hann skorar. Minn maður tók frjálsnúninga. Valdimar Grímsson búinn að gera 4 mörk fyrir Val, þar af 2 vítakostum, staðan þá 9-7 fyrir Val. 9 mínútur og 40 sekúndur eftir á leiknum og F-fangar með boltann. Guðjón Árnason hér með boltan, Óskar Árnason og hann skorar! Þeir ráða ekkert við hann. Hann er algjörlega óstöðvandi maðurinn. Ég er alveg bit á þessu með vörðina að ég skul ekki fara út og taka hann á 7-8 metrum. Þetta er eini maður sem fer í gegnum þá. Þeir sleppa honum alveg inn á 6 metra, það gengur ekki. Ég er alveg á því að þó að Óskar fær nú heim að sofa núna þá er hann, við getum sagt bestur F-fanga hingað til, jæja. Við skulum ekki vera með svona fíblagang, en Valsmenn með boltan hér og Júlíus, en það er búið að dæma á hann aukakast á Guðjón Árnason. Hann tók hraustlega á móti Júlíusi þarna. Þórður Sigurðsson með 14, Júlíus, og hér var Pétur Pedersen heldur harðhendur við Valdimar Grímsson og verður rekinn út af í 2 mínútur. Staðan er 9-8 og 8 mínútur og 30 sekúndur eftir þegar F-fangar eru einum færri og verða það í 2 mínútur. Það lýsir því bara best hvað dómararnir hafa góð tök á þessum leik að þetta er fyrsti maður sem er rekinn út af. Í svona hörkuleik. Í svona hörkuleik, þannig að þetta er okkar langbesta dómarapar sem við nokkja nátt. Þeir eru búin að dæma svo jafnan leiki. Þeir dæma alveg mjög vel. Mjög vel. Það eru stór orð að þetta sé langbesta dómarapar sem við höfum átt, en þau eru sennilegast ekki fjari lagi. Nú er gaman að sjá hvaða taktík þeir bregðu Valsmenn. Já. 6-5. Ég hef nú séð á setja Þorbjörn inn á línuna þegar þeir eru einum færri og spila þannig 4-2. Þeir láti ekki Jón leysa upp við hotnið og síðan á Júlíus að koma á Þorgils. Skulum sjá hvort að þú sér með þetta allt saman á hreinu. Þórður í gegn og skorar. Nei, hann var lentur. En hann er lentur og dæmt aðeins aukakast. Stefán Arnarsson dómari hafði þetta allt saman á hreinu. Þetta gerðist fyrir fram að neðan og Júlíus upp og skorar! Og glæsilegt mark hjá Júlíusi. Hann er alveg í hörku miklu formi núna þessa mundir. Staðan 10-8, Valsmönnum í hag, 7 mínútur og 55 sekúndur eftir. Ragnar, hvernig líst þér á þína menn? Þetta er allt í lagi ennþá. Ennþá, já. Það vantar meira líf í þetta bara. Nú kemur Jón Kristjánsson Valsmaður út á móti Óskari Ármannssoni og hér er Gunnar, en Einar varði, F-fangar halda boltanum. Valdimar er líka í húkkinu. Og dæmt aukakast. Þetta er að besta sem Valsmenn fá þegar menn kom inn á 60 metra og er að hnoðast á hlið. Vörnin býður upp á hann. Við sjáum það að Valdimar kemur eins og þú sagðir á móti henni líka, inn og hýr. Þetta var skrítinn dómur. Hér var eitthvað að gerast, við skulum sjá hvað dómarnir gera. Já, það er línumennir í landsliðinu er eitthvað að kýta. Það eru fyrirliðarnir sem að eiga eftir að klára málið þarna. Þeir þekkjast líklega aðeins svo vel.
Óskar, Nú er bara notaði hálfu völlurinn. Gunnar, Já, Guðjón. þetta er F-fangar voðalega. einu færri. Héðinn að fara í gegn og brotið á honum. Það gerir Geir Sveinsson. Þeir eru að reyna að fiska aukakost. Já, þeir vinna tíman, vinna sinn mann inn á aftur og það er ekki langt í hann. Héðinn með tilraun til þess að komast í gegnum valsvörðina en við sáum hvernig hún hefnaðist. Hann eyður aðeins svo mikill orku í þetta Héðinn síðan finnum. Hann á ekki að vera svona nálægt vörninni. Nei, hann á að vera utar. Nú, dómarnir hafa stöðvað tíman, þannig að þeir verða að byrja í takt við dómarana og það gerði það núna. Guðjón Árnason, Júlíus með tak á honum og dæmt aukakast og nú fer nú að líða því að F-fangar hafi fullskipað lið. Það er Einar Hjaltarsson sem býður við línuna. Héðinn og brotið á honum. Nú kemur Einar inn á. Nú hafa F-fangar fullskipað lið að 9. Staðan 10-8 og missa boltan hér. Valsmenn í hraðalböp, Jakob og dæmt skref. Þetta var ekki nógu vel gert hjá Jakob. Hann átti að gefa þarna strax á Júlíus. Þetta var tvíhopp og 4 skref. Það fór ekki milli mála. En hvað skeiði þarna á hann? Óskar var komin út fyrir punktalínu og lét boltan detta. Já. Það er náttúrulega gengur ekki þegar menn eru komin út fyrir punktalínu. Það er í lagi þegar þeir eru fyrir innan. Nú eru Valsmenn búin að breyta vörn. Þeir eru komnir með mann á móti Óskari á miðjunni. Og láta Héðinn þá. Já, viti. Hárréttur dómur. Hárréttur dómur. Þeir glemdu hann sín á milli, hann var komin í döðafæri. Staðan núna er 10-8. Valsmenn hafa 2 marka fórustu þegar 5 mínútur og 30 sekúndur eru eftir af fyrri hálfleik. Og það er Óskar Ármannsson sem nú er komin að vítalínuna. Áðan var að Guðjón og hann gerði mark á gegn Einari Þorvaldssyni. Hver Einar þetta? Nei. Jú. Nei. Sér þau? Það þýðir nú ekki að vippa á dregan. Jón þekkir sinn mann. Og þar með hefur Einar varið 9 skot. Já, ég held að ef hann heldur svona áfram að það verði banabiti að fá einn gang. Hann er alveg í geysilega miklu keppnisskapi núna. Valsarnir múið að breyta vörnin, það er til góða. Jakob, stand aukakast og við tökum eftir því að F-fangar hafa fært mennin aftur framar. Óskar Ármannsson og Þorgils spila mun framar. Þorgils gegn Jóni Kristjánssoni og Óskar hér gegn Júlíusi. Þórður Sigurðsson, Valdimar. Óskar hérna inn á vörnina segi ég, en dæmt aukakast á F-fanginga. Í marki F-fanginga núna er Bergsveit Bergjónsson. Hann kom inn á til að snemma í leiknum fyrir Magnús. Júlíus, Þórður, Jón, Jakob og Þórður. En Héðinn er sterkur fyrir og brýtur á honum. Ef að Valsmenn skora núna þá er árið konum með 3 marka fórustu. Það er nokkuð góð fórusta í svona leik. Og hér er brotið á Júlíusi og nú verðist vera erfiðara fyrir Valsmenn að finna glöfu á F-vörninni. Já, það er eitthvað því að þeir koma verðast leggja miklu áherslu á Júlíus. Nú kemur Geir Sveinsson hér Nú gangandi. ætlar að stilla upp. Og nú stillaður upp fyrir Júlíus. Þórður með skot framhjá. Framhjá og F-fangar fá boltan. 3 mínútur og 55 sekundur eftir. Staðan 10-8 fyrir Val. Og F-fangar geta minkað munin niður í 1 mark. Óskar, Þorgils og skorar! Laglega Frábærlega vel gert. Þannig að sjáu þið hvað þetta er geysilega fljótt að vendast í staðan sé 11-8 og þá er orðið 10-9. Það er nefnilega það. Þannig að Að vörnin, þeir breyttu vörninni, Valsarnir. Já. Og þá er meira op. já, ég er á móti því að breyta vörnina því hún hefur staðið sig alveg mjög þokkalega. En þannig eru þau að reyna að skyggja Óskar sko. Það er rétt. Nú hér er Valsmenn sókn og með skot. En fáðir vítakast, þeir brjóta allt og hakkalega þeim. Ólafur Dómari Haraldsson dæmir hérna vítakast. Ólafur Haraldsson og staðan núna er 10-9. 3 mínútur og 13 sekundur eru við eftir. Tíminn hefur verið stöðvaður. Og F-fangar skipta hér markmann. Núna kemur Magnús Árnason inn á. Hann hóf leikinn fyrir F-fanga. Náðu sér ekki á strik en freistar þess hér að verja þetta vítakast frá Valdimar Grímssyni sem hefur þegar tekið 2 og skorað úr 2. Já, Það er þetta sem ég var að tala um. Þetta var kuldi. Þetta köllum við nú svona smá kulda í þessari stöðu. En þetta telur. Hann á þetta að krikka á þetta. Þarna sáum við tímatöfluna. Það er bara 3 mínútur eftir, staðan 11-9. Og Héðinn með boltan, Óskar
en Valsmenn taka hressilega á móti þeim, Héðni og Óskari þarna. Nú eru þeir að byrja leggkerfi að fáingarnir. Það er rétt. Einar hér í hotinu þarf að vita þessu, þannig að hann er sem sjá. Óskar inn á línuna, en geysileg barátta hjá Valsmönnum. Það er alveg furðulegt að hann skuli ná boltanum til hans. Það voru 3 í kringum hann. Já, en ég er svolítið hissað. Það er allar taktíka sem enda þarna í kringum Júlíus. Héðinn, Óskar. Héðinn upp. En aukakast, jú, þetta er aukakast. Hann finnur sig enga veginn núna. Nei, ég er nú alveg á því að mér finnst Héðinn ekki hjálpað nógu mikið. Hann þarf á því að halda, hann þarf að komast yfir einhvern erfiðleika kafla hér. Og þeir þurfa aðstoða betur. Óskar hér, Guðjón. Reynir að komast í gegn, en Júlíus Jónasson er fastur fyrir stöðvaran. Dómarandi stöðva tíma líka og það eru 1 mínúta 52 sekundur nákvæmlega eftir að fyrri hálfleik staðan 11-9 fyrir Val. F-fanga með boltan. Héðinn hér með boltan. Og upp. Allt galopi hjá Héðni, hann er ekki að skoti. Hann var komin í Guðjón. En brotið á honum, Júlíus, það fer nú að jaðra við að Júlíus verður reikin út af við næsta brot hérna. Já, en samt að þeir keyra svo mikið inn í hann, þannig að hann kemur ekki svo mikið á mótið nefnilega. Það er svo erfitt að dæma á það þegar menn keyra á fullu saman. Hann er ekkert að tegja í þá, sko. Aukakast, Stefán sér ekki ástæðu til þess að reka Jón hér út af, þó að Óskar hefði greinilega beðið það eftir svipnum að dæma. Guðjón Oddarsson. Og Óskar í gegn og skotin Einar varði. Nú er Einar fann að sjá aðeins við honum. Einar hefur þar með varðið 10 skot, staðan 11-9 og 1 mínúta núna eftir 1 mínúta eftir til hálfleiks. Steingrimur með boltan. Steingrimur hafði boltan hann. Það var laglegt. Skot hér, nei, aukakast. Hann sér eitthvað við þetta. Héðinn Gilsson, Óskar Ármannsson og Guðjón Árnason. Þetta er sama lið og byrjaði leikinn fyrir FH. Guðjón, Óskar, kemst fram hjá hér og skot og mark! Þeir ráða ekkert við hann. Þetta er albesti leikur sem ég hef síðan spilið völdum. Þetta er svolítið sérstakt að það eru 2 menn sem hafa skorað fyrir FH og 2 fyrir Val. Já, það er rétt. Þetta er markum. Óskar Ármannsson er markahæsti maður á vellinum núna. Hann er búinn að gera 7 mark. Og nú eru 13 sekundur eftir, Valsmenn með boltan og Valdimar brotið á honum, Dan skref, þetta er ekki mark og Einar Þorvarðarsson æðir hér upp völlin, er ekki ánægður með dómarana. Maður geti haldið þetta að vera úrslita mínútuna. Já, það mætti halda, staðan er 11-10 núna, 3 sekundur eftir, það er bara aukakastið. Nú ríkur Guðjón og Rilli Júlíus. Júlíus skorar, 12. mark Vals, staðan í hálfleik í leik Vals og FH hér í Valsheimilinu er þá 12-10, Val í vil og það er komið að auglýsingum. Í senn vinstra horninu er Einar Hjaltarsson og Gunnar reynir að komast í gegn, hættir við. Héðinn. Skott og skorar! Þar kom það. Þarna loksins reiðan sig, kom langt utan af velli og kom inn í eyðuna. Það hlaut að koma að því, segjum við. Nú var meiri hraða á honum heldur í hinum skotunum. Nico hlýtur af að lesa vel yfir. Það er náttúrulega erfitt að lesa yfir hausamótunum á honum en hann er frekar stór. En hann hefur hugsanlega setið á bekknum í líklefa. Líklega. Staðan 12-11 þá, Valsmenn með boltan, hörku læti hér, Júlíus og Jón, en brotið á Jóni, það gerir Þorgils Óttar fyrirliði íslenska landsliðsins og FH. Nú sýnir við að miklu meir hreyfanleiki á báðum liðum, þannig að nú á að berjast við þrautar. Júlíus, skott, en varið, nei, þetta er rángur dómur. Þeim var þá í messunni þetta á dómurunum, en annars hafa þeir Ólafur Haraldsson og Stefán Arnarsson staðið sig frábærlega vel. Reyndar stendur á rétti á markmanna, það getur verið hann hafi ekki náðu boltanum sko. Og Magnús kom við hann. Já. En það síndist mér það á Magnúsi, en hér er Valdimar með skot en varið, dæmt aukakast á
Einar Hjaltason. Og við sáum Steingrím Hermannsson utanríkisráðherra ganga þarna gólfið. Hann hér heiðursgestur ásamt Þorsteini Pálssyni. Hér brotið á Júlíusi Jónasinni. Þeir fara allt of margir F-óingar í Júlíus. Þeir fara alltaf 2 og 3 í hann. Já, þeir eru sannlega hræddir við hann. Kemur hann og skorar. Já, þetta alveg frábært. Hann skemmtilegur. Þeir ráð ekkert við aukakostinn. Staðan þá 13-11, Valsmenn leiða ennþá með 2 mörkum. Já, þessi tveggja marka múr, hann getur verið erfið hindrun fyrir F-óinga því að það erfitt í svona leik að ná 2 mörkum. Sérstaklega þegar þetta er búið að vera tiltölulega jafnt. F-óingar með boltan hér, dæmt aukakast á Valsmenn. Héðinn og Óskar. Og Gunnar hleypur inn á línuna. Og Óskar með skot og skorar. Hann heldur uppteknum hætti. Þetta Einar sé bara ekki búin að verja frá hann einn einasta bolta nema vítið. Ekkert skot. Þetta fannst mér Einar á átt að eiga. Þarna skaut hann í klofið á honum og var tiltölulega auðum sjó þannig að Einar á að geta séð hann miklu fyrr. Þar með staðan 13-12 fyrir Val og sama spennan heldur áfram. Óskar Armarsson búinn að gera 8 mörk. Júlíus, Guðjón, dæmt aukakast á Guðjón. Dómararnir Ólafur og Stefán hafa mjög góð tök á þessum leik og þeir hafa aðeins vísað einum manni af velli sem sýnir best eins og sagðir Jón Pétur hversu góð tök þeir hafa á leiknum miðað við hversu hörkuleikur þetta er. Júlíus með skot Þeir og ráða skorar. ekkert við hann. Þetta er alveg, liggur við þetta sé innvíi. Júlíus og Óskar. Óttar hann spilar á framalega, hann hefur ekki til þess að hjálpa það. Lítur kannski hægt að tala um Val og F-ó, bara Óskar og Júlíus. Jæja, þá er staðan 14-12 fyrir Júlíus og F-óingar með boltan. Héðinn inn á línuna Þorkils, skemmtilegt. Það var lagleg. Þetta var vel gert og góð samvinna en fyrirliðin hefur eitthvað meiðst þarna. Skulum vona að það sé nú ekki alvarlegt. Og inn á hleypur maðurinn sem að vann Val í úrslitaleik eins og fræktur orðið 1972. Hann gerði 5 mörk af 12. Er ekki rétt Ragnar? Nei, á 14 er ekki það. Nei, það var 12-10. 12-10. Já. Síðan hef ég ekki séð hann bara á fjölunum Eigum en við bara í þá læknishlutverkinu. ekki að nafngreina þennan mann, Jón? Þetta er Jónas Magnússon, læknir. Þá höfum við það. Staðan 14-13. Einsmarks munur og Jakob. Júlíus. Þórður Sigurðsson og Valdimar. Geir Sveinsson fyrirliðinn á línu. Geir blokkarar hér fyrir bíðum við. Þórður dauða frýr og skorar. Þarna fórnaði Þórður sér mjög vel inn. Viggo eru sjáumlega ekki ánægði með hotna mennina sína. Það er eina skiptingi hjá hann, það er vinstra horni. Þá var aftur tveggja marka forysta Valsmanna, staðan 15-13 og dómararnir vilja hafa alla leikmenn hérna megin við miðju þegar leikurinn hafir að nýju. Þorkils Óttar heyrir hreinlega ekki til flautunni sökum látana hér og við vonum bara að þið áhorfendur heima í stofu og annar staðar heyrir í okkur. Hér er dæmt aukakast á Valsmenn. Búið að færa Þorbjörn í vinstri bakvörn. Já, hann er búinn að skipta yfir, lætur Júlíus á móti Héðni. Þetta var laglegt. Þetta var ekki nógu góð varnarleikur hjá Geir Sveinssoni. Það var Héðinn Gilsson. Hann virðist vera að vakna. Já, stórskipta Hafnfirðinga sem skoraði 14. mark. FH staðan 15-14, 25 mínútur og 20 sekúndur eftir. Nú hef ég einhvern veginn á tilfinninguna. Bráðum fara að koma vendipunktur í þessum leik. Þetta er skref. Og innferð Þórður, en þarna varði Magnús. Ég sýnist F-óingar vera komin með mikla og góða stemmingu sitt lið og þeir ætlaðu sjána að leggja sig allan fram núna. Bíðum Þetta við. eru 2 mínútur. Já, ég er kannski ekki alveg á því, Jón. Þetta heitir á tæknimáli í handbolta að detta með líkinum. Þar höfum við það. Þarna reif hann aftur á bak og datt sjálfur. En þeir stilla enn upp fyrir Júlíus og hér er það. Og Magnús varði Valdimar, skorar. Enn og aftur kemur Þetta eru 2 menn hjá Val sem skorar. Það er Valdimar og Júlíus. Valdimar gerði sitt 7. mark þarna. Júlíus hefur gert 6 mörk einnig
Óskar Ármannsson 8 fyrir FH og FH-ingar í sókn. Staðan 16-14 fyrir Val. Guðjón í gegn en Einar ver og dæmt aukakast á Valsmenn. Guðjón eitthvað miður sín, hann hefur ekki náð sér á strik. Það vandar óknun hér hægra megin. Guðjón hér með boltan, Óskar Ármannsson, Héðinn, Pétur Pettersen og Héðinn hér. Einar að komast í gegn, sendir út í hornið á Pétur og hann skora í stöngina. Já, dæmt aukakast á Héðinn Gilsson. Nú erum við komið að, myndi ég halda, mjög miklu vendipunkti. Nú staðan 16-14 og Valur á kost á því að fara 3 mörk yfir. Ef þeir nýta þessa sókna þá líst mér illa á Hafnfirðingana. Þá eru þau kannski komin með aðra höndina á titilinn. Það er óstend að segja það. Nei, býrum við, aukakast. Já, leikmenn heyra vart í flautunni fyrir látum hér, en staðan núna er 16-14, 23 mínútur og 25 sekúndur eftir. Valsmenn 2 mörkum yfir og hafa hér boltan. Nú eru þau farin að taka 2 umferð. Já, Jakob, Þórður með skot í varnarveginn, Þorgils Óttar, missi boltan, Valdimar með skot og mark. Þetta er ótrúlegt. Þarna var FH-vörnin alveg gjörsamlega sofandi í svona 3. skipti. Og enn kemur Valdimar og fiskar. Þetta var ekki gott í Óttar að taka ekki boltan með sér þegar fengir hraðupphlauparna. Já, nú er þetta komið 17-14 og bara að liftast á manni brúnin. Já. Þetta er ekki búið. Nei, og enn skánar þetta. Og sending fram á Jakob Sigurðsson. Og hann skorar. Enn vænkast hagur Strymkur. Nú segir Þorgils Óttar við sína menn að nú róum við þetta niður. Hingað ekki lengra. Staðan er 18-14. FH-ingar eru undir, segi ég. 4 mörkum undir. Dómarnir hafa stöðvað tíman. Þorgils Óttar heyrir ekkert í flautunni. 22 mínútur og 37 sekundur eftir. Staðan 18-14. Fyrir Val. Guðjón Árnason, Óskar, Héðinn, Pétur. Héðinn inn á línuna á Þorgils en dæmt aukakast réttilega. En takið þetta einu núna. Nú eru Valsmenn búin að bakka niður 6-0 og þeir gerðu það fyrir 2 sóknum og þeir hafa náð 2 boltum út úr því. Þannig að mér finnst svona meiri hugsun vera á bakvið skipulagningunni samt í varnarleiki á þeim heldur en hinum megin. Héðinn með mark. Hann hafði heppina með sér strákunni þarna en hann átti það nú inni held ég. Staðan þá 18-15. Héðinn hefur þá skorað 3 mörk. Öll vera í síðari hálfleik. FH-ingar taka 2 umferð. Pétur og Óskar taka hér þá Jón Kristjánsson og Júlíus Jónasson. Geir Sveinsson kemur þá út af línunni. Valdimar fyrir utan. Jakob og Þórður. Valdimar. Já, dæmt aukakast. Dæmt aukakast á FH-inga. Og enn stillaðir upp. Nú er Óskar, nú má Óskar passa sig. Nú reyndi Júlíus að brjótast í gegn í staðan þess að lyfta sér upp. En honum tókst það nú ekki. Nú er málið fyrir mína menn að róa sig aðeins niður og fá lengri sóknin. Tíminn vinnur með þeim. Þórður með boltan hér. Valdimar. Þórður. Jakob. Inn. Og skorar. Lagleg. Hvað eru hotnamennir í Val búin að gera mörg? Jakob hefur gert 4 mörk og Valdimar Grímsson 7. Þannig að þeir eru búin að gera núna 11 mörk saman og staðan er 19-15 fyrir Val. En hvað eru hotnamennir í FH búin að gera mörg? Þeir eru ekkert mark búin að gera. Eitt skot. Þetta held ég að eigi eftir að koma virkilega niður á þeim. Héðinn með boltan hér. Óskar. Guðjón. Þeir vantar að spila meira upp á hotnin FH-ingum. Þeir spila ekki nærri á út á hotnin. Nei. Líka það hotnamennir eru báður eða allir 3 mjög ungir. Kemur hann. Já! Þrumuskot frá Héðinni Gilsinni. Þvílíkt og annað eins. Hann er að koma upp strákurinn. Staðan þá 19-16, 3 marka munur. Héðinn hefur þá gert 4 mörk og ég held bara 3 í röð hér. Ef ekki 4. En Valsmenn hafa þá boltan. FH-ingar hafa aftur brugðið á það ráð að bakka nú og taka engan umferð. En þó er Þorgils Óttar fyrir framann. Þeir spila svo bara 5-1 vörn. Já, nú er vörnin betri í FH. Nú er Óttar frattar. Já, þeir eru konið með 5-1 vörn. Ég held að þetta sé langbesta vörnin sem FH geti ná. Þetta er besta vörnin sem þeir spila. Þeir ekki vera með Indjána þarna frammi. Já. Júlíus, Þórður, Valdimar. Nei, nú fer hann í vitnistöðu. Júlíus. Aukakast.
Þetta var nú hæpið meðan Geir jaðraði við aukakast og Geir sýndist mér, en þó get ég nú ekki pullast um það. Jæja, Valdimar, Þórður, Jón og Júlíus. Nei, það var illa hjá þeim að stilla sína strengi og inn á línuna, en ekki tókst það. Það var Guðjón sem braut á Jóni. Og þeir stilla upp fyrir Júlíus. Júlíus, nei, sending á Þórð, inn á Valdimar. En varið, dæmt lína Valdimar. Nú brást Valdimar að taka snúningin. Já, F-fanga með hraðaðplaup. Þorgils Óttar róar þetta niður. Héðinn æðir á vörðina. Inn á línuna, Óskar. En dæmt aukakast á Valsmenn. Og Valsmenn ekki ánægðir, vægast sagt, með þennan dóm. En ég var nú ekki alveg með á nótunum þannig. Ég gæti ekki séð hvað gerðist. Það var ekki alveg nógu vel. Það íttu á hann, Óskar. Íttu á hliðina á hann. Já. Áður hann fekk boltann. Leið og hann var að fara í skotið. Það íttur á hann. Ég hef nú trúið að við náum þessu vefæðingar. Já, það getur farið svo. Það er núna tæpar 19 mínútur eftir, staðan 19-16 fyrir Val og F-fæðingar í sókn. Þorgils Óttar Matthísson heldur hér á boltanum. Guðjón. Það er mjög mikilvægt fyrir F-fæðinga að skora núna. Mjög svo. Nei, þetta fannst mér ekki réttlátt. Láta hann fara. Ég sá ekkert að þetta. Ég heldur hafi dæmt línu á Þorbjörn. Já, það getur verið. Hann hefði stigið inn fyrir línuna, en F-fæðingar hafa boltan. Héðinn. Nei, það er Þorbjörn Guðmundsson. Hitta samtals 4 metrar. Hún ætlar að stilla fyrir Héðinn. Einar ver. Einar Þorvarðarsson varði þetta skot frá Héðinni. Það var nú heppinn þarna, það vissi ekki hvað boltinn kom. Já, þetta skot var ekki nógu gott, þetta var beint á Einar, en staðan þá 19-16. Valsmenn með 3 marka forustu og Þorgils Óttar Matthísson reynir að stappa stálunni í sína menn. Jón og Júlíus, Þórður, Valdimar. Júlíus með skot, en Guðjón braut á honum. Enn hefur ekki farið utan einn maður. Þannig að þetta er mjög prúmalega leikinn, en fastur leikur samt, ekki brútal. 17 mínútur og 20 sekúndur eftir. Valsmenn með 3 marka forustu, 19-16. Jakob, Júlíus, Jakob. Sending, en Ólafur dómari dæmir aukakast á F-fæðinga. Valsmenn halda boltanum. Viggo, þjálfari Sigurðsson, er eitthvað að rappa við sína menn þarna. Gefur þeim góð ráð eflaust. Hann er vanur því að taka þátt í svona leikjum. Nei, þetta er ekki... Þetta er... Já, ég veit ekki hvað maður á að segja. Það hefði verið nú heldur hart að reka Óskar út af, en já, þeir voru þarna í... Við skulum bara nota það orð, kássu. Þannig að það var ómögulegt að sjá nákvæmlega hvað gerðist, en Júlíus með boltan hér. Þórður, skref, nei, ekki skref. Það var hárréttur dómur á Valsmenn. Hárréttur dómur. Og Valdimar rekinn út af. Valdimar rekinn út af. Já, þetta er líka hárrétt. Valdimar rekinn út af fyrir að spyrna í boltan. Það má ekki, hann átti að láta boltan vera. Og F-fæðingar því einum fleiri, staða 19-16. Og þarna getum við jafnvel ennþá verið komnir að vendipunkti, Jón. Já, þessi blessaði vendipunktur, hvenær ætli hann hætti? Þeir eru nokkuð margir á. Já, ég var alltaf að vona að þetta kemi ennþá betur, en þetta vestnast úr. Nei, þetta er mjög gott fyrir mína menn, 19-16. Já, við skulum nú sjá hvað F-fæðingar gera hér. Héðinn með skot og skorar 19-17. 2 marka munur, Valsmenn einum færri og nú taka F-fæðingar 2 menn úr umferð. Eða 1, taka 1 úr umferð. Nei. Ekki segir Viggo það. Pétur og Óskar voru komnir fram á miðju, en Viggo veit það ekki. Ég er sammála þessu líka hjá Viggo að láta það aðeins koma á sig. Jakob. Slæm sending. Óskar. Það er mikið kapp í leikmönnum hér, eins og maður sjá. Óskar Ármannsson sem gert yfir 8 mörk fyrir FH. Braut þarna Júlíusi og Valsmenn halda því boltanum, einum færri. Leiktíminn hefur verið stöðvaður.
Þannig að þessa stundina vinna Valsmenn ekki tíman. Nei, ég þurfti nú eiginlega að tala hans við klukkuvörðin. En það er alveg ótrúlega hvað Óskar hefur mikið þól. Það er komið meiri baráttu F-fangar heldur en var áður. Já, þeir líka eigundir högg að sækja. Það vill oft vera þannig að þegar lið er undir, sérstaklega í seinni hálfleik, þá kemur þessi aukakraftur sem oft fleytir yfir þetta. Nú er staða 19-17, Valsmenn 2 mörkum yfir og 15 mínútur og 37 sekundur nákvæmlega eftir. Og það er sýnt að við munum fara eitthvað inn í 19-19 og ég byrð fólk velverðingar á því, en við tímum að sleppa þessu hér. Því lík söguleg stund má segja að sé hér í Valsheimilinu og Valsmenn eru hér með boltan. Júlíus með skot en í varnarvegginn eða brotið á honum segja dómarar og Valsmenn halda boltanum. Þórður Sigurðsson hér, Jón Kristjánsson, Þórður og Jón. Júlíus með skot og skorar. Þetta var ótrúlega skot hjá honum. Vörnin fór ekkert með honum Júlíusi núna, bara alveg kjör. Já, það má segja að FH-vörnin hafi ekki reiknað með Júlíusi, en Júlíus er þá búinn að gera 7 mörk í leiknum, jafn mörk og Valdimar fjarlægi hans, staðan þá 20-17. Héðinn, Óskar með skot, en framhjá og aukakast. Ég held að þetta sé réttur dómur. Já, ég er nú ekki alveg sammála þessu. Hann fekk alveg auðan sjó til að skjóta. Nei, Júlíus, Geir var í öxlinn á honum. Það er vitt eftir skottinu, skilt boltanum. Guðjón og Gunnar. Einar Ver frá Gunnari Beinteinsinni og staðan er 20-17. Valsmenn geta komist aftur í 4 mörk í forskot. Það eru eftir 14 mínútur rétt rúmar af leiknum og Valsmenn hafa nú fullskipað lið. Nú er komið enn og aftur af vendipunktunum. Það er rétt. Valdimar. Áfram með leikinn segja dómarar. Júlíus. Er skot. En brotið á honum. Það er tekið fast á Júlíusi. Hann hefur búinn að gera 7 mörk eins og ég sagði. Og er ein aðal skipta Valsmanna. Nú eru þeir farnir að nota sér tímann og farnir að róa þetta niður. Láta boltan ganga betur. Svona já. Nei, þetta eru 2 mínútur. Já, ég hefði ekki verið... Það var ólögleg blokkering hjá Valdimar hérna. Næja, þá eru við sáttir, þannig að þetta er náfram inn á. Það er þá 1-1 hér. En staðan á vellinum er 20-17. Og það er það sem máli snýst hér hjá okkur. Jón Kristjánsson með boltan, missir hann! Guðjón nær honum. Júlíus brýtur á honum, nei, leikurinn heldur áfram. Héðinn. Þetta eru agaleg mistök. Héðinn. Óskar! Nei, þetta hlýtur að vera vítakast. Nei, nú er ég hissa. Ekki vítakast. Mér ást Jakob er að langt inn í teig. Já. Staðan er 20-17, 12 mínútur og 50 sekundur. Eftir FH-ingar hafa boltan. Það eru inn á 7 Valsmenn og 7 FH-ingar jafnt í báðum liðum. Það hafa aðeins 2 menn verið reknir út af hér í dag. Pétur Pedersen var rekinn út af í fyrri hálfleik og Valdimar Grímsson í þeim síðari. Leikurinn hefur verið mjög harður en ekki grófur og dómararnir Stefán Arnarsson og Ólafur Haraldsson hafa dæmt frábærlega vel. Já, þeir eru á staðið sér mjög vel. Nú fyrir að styttast í þetta að FH verður að fara að gera eitthvað róttækt eða alltaf halda áfram í baráttunni. Það kemur, gróður. Guðjón, en Einar varði, dæmt aukakast. Ég held að Einar sé nú búinn að verja 14 skot í leiknum. Þeir búið að mjög jöfn og góð markvart þegar hann fyrir utan smá kapla að í byrjun seinni hálfleiks. Guðjón brýst í gegn en brotið á honum. Nú er þeir búin að breyta sóknarleiknum. Guðjón er komin á miðjuna. Það er rétt, Óskar hefur fært sig en þeir skipta aftur. Þeir hafa heyrt í þeir eru búin að skipta aftur. Já. Guðjón hér með boltan, Óskar Armarsson, Héðinn og Pétur. Héðinn upp! Nei! Þetta var rosa! Nú er hann loksins kominn virkilega í gang. Það er á engin lýsingar orðið yfir svona laga, er það? Jú, við getum notað eitt, ég þekki það, stórkostlegt, frábært.
Þrumuskot í slána, stöngin á inn og staðan 20-18 fyrir Val og 11 mínútur og 45 sekundur eftir. Valsmenn hafa boltan, Jón og Þórður og það er allt að verða vitlaust hér í Valsheimilinu. Vörnin er mikið betri eftir að Óttar fór að spila fyrir innan punktalínuna í vörninni. Það er rétt hjá þeim. Það er mikið læti hér í áhorfendum, það er 800 til 900 manns samankomið hér í Valsheimilinu og Valsmenn hér með boltan, Júlíus inn á línuna á Geir en brotið á honum. F-fáingar fastir fyrir núna. Þeir eru líka búin að bakka og þétta vörnina þannig að það hentar þeim miklu betur heldur. Þetta er allt annað líf. Jón með mark. Þetta var fyrsta mark Jóns í leiknum, er það ekki? Jú, fyrsta mark Jóns og hugsanlega mikilvægasta markið hans í vetur. Staðan 21-18 og 10 mínútur og 50 sekundur eftir. Valsmenn með 3 marka fórustu og F-fáingar verða hreinlega að skora í þessari sókn. Þetta er einmitt mjög mikill kostur að hafa Jón innanborðs vegna þess að margir leikir í vetur hefur hann komið upp síðustu 10 mínútna þegar hinir eru orðnir þreyttir. Og þá hefur hann gert þetta 3-4 mörk síðustu 10 mínútnar og hreinlega klára leikinn eins og við segjum. Og það var aukakast dæmt þarna á Valsmenn og F-fáingar halda boltanum. Guðjón og Óskar og Héðinn og Pétur inn á línuna á Þorgils Óttar og hann skorar. Óttar, hann bregst ekki í svona færum. Staðan þá 21-19. Þeir hangi í okkur en þá. Ætlaði að byrja að taka einn og vera þá. Óttar fyrirlið hefur gert á 4 mörk. Nú er að taka bæði Indiana og mann úr umferð. Þetta er eða nú slæma reynsla af því. Þetta má segja sér deiluatriði en Magnús vil meina hann hafi komið við boltan þarna þannig að réttilega hefðu þá F-fáingar átt að halda honum en dómarinn dæmdi hornkast. Valsmenn hafa boltan, 21-19 staðan, Jakob, Jón og Júlíus með skot en aukakast. Dæmt aukakast og Valsmenn hafa hann. Óskar tekur Júlíus úr umferð. Þorgils kemur hér á móti Jóni Kristjáns. Valdimar. Lína og hraðaplaup F-fáingar. Gunnar. Nei. Þetta eru 2 mínútur á mínum dómi. Nei, þeir flauta svo fljótt dómararnir að broti verður ekki eins fljótt út af því. Ef þeir eru látið hann halda áfram þá hann elvist teikað hann. Nú, Héðinn Gilsson reynir hér að brjótast í gegn. Nú er virkilega að koma stemming í leikinn. 8 mínútur eftir og allt á söðu punkti. Nú þyrftu þeir eiginlega að skora til að hafa gaman að þessu. Þetta er rauningur. Nei, hann er inn í teik. Var hann inn í teiknum? Þetta var réttur dómur. Ég fékk ekki annað séð og það er Guðjón Arnarsson sem að fær það erfiða hlutverk að taka vítakast á Einar Þorvarðarsson, landsliðsmarkvörðinn okkar, besta markvörð Íslands í dag. Staðan er 21-19 valið vil og 8 mínútur og 30 sekundur eftir. Sjáu þið bara... Herðu Jón, það er ekki maður 21-19. Nei, ég er að segja það. Ég ætla að fara að benda þér á þetta. Þetta er alltaf að minnka bilið því nú fjandans verð. En hann á nú eftir að skora úr vítakastinu. Já, það kemur. Og Guðjón er tilbúinn og Einar líka. Einar ver! Þetta var mjög illa framkvæmt. Alveg rosalega því víti sem það brent af. Þetta er eins og við köllum yfir taugaspenn á vítapunkti. Einar Þorvarðarsson varði og þar með hefur Einar varið 15 skot í leiknum og þar á 2 vítaköst. Og... Þínir menn get ekki tapað þessu með svona markmann. Það er ekki hægt. Já, það er allt hægt Jón í handbolta, þú veist það. Og Valsmenn eru hér með boltan. Jakob. Brotið á honum, það gerir Guðjón. Geir tekur það, Jón Kristjánsson, 7 mínútur og 50 sekundur eftir, staðan 21-19 fyrir Val. Valdimar, Þórður, Jón hér með boltan, Júlíus, Jón, skot, en framhjá og F-fáingar geta minnkað muninn, hraða upp hlaup, Þorgils, Héðinn, inn á línuna,
Þetta er út af í 2 mínútur. Jú, hann greip í hann. Hér sýndist ekki betur. Hann hélt í hendir á honum. En fáið tækifæri til að minnka muninn. Nú er virkilega að koma svona stemming í þennan leik. Já, ég er ekki frá því að þessar úrslitin í þessum leik ráðist á síðustu mínútu jafnvel. Alveg held ég. Já, úr þessu. Staðan 21-19 hér og 7 mínútur eftir. Óskar inn á línuna, Þorgils! Og hann skorar! Þetta var laglegt hjá þeim. Nú gekk boltinn á milli þeirra. Og Jón Pétur Jónsson valsmaðurinn kunni, hann grípur höfuðið hérna við liðin á mér. Meðan Ragnar færist allur í aukana. Það er eitthvað líkar en séu komnar 2 aukasessur undir Ragnar núna. Það var einmitt þetta sem ég var mjög... Theodor inn á núna. Það er einmitt þetta sem ég var mjög hræddur við, að liðið kom upp akkurat með stemming á síðustu mínútunum. Hafið ofta ráð úrslitum og mínir menn hafa spilað allt og varkárt. Þeir hafa spilað allt og rólega eftir að þeir held að þeir væri konum með þetta. Staðan 21-20, 8 mínútur, strikið við 6 mínútur og 30 sekundur eftir. Og það er Theodor Guðfinnsson sem að er komin inn á. Númer 4, örvhentur leikmaður sem virðist hvíla Þórð Sigurðsson núna. Og það er skarð fyrir skildi að Einar Nobby er meiddur, þannig að valsmenn gátu ekki notað hann hér í dag. Og hér er verið að þurrka svita leikmanna af gólfinu. Einhver hefur fallið í gólfið. 6 mínútur og 34 sekundur ef þetta var alveg nákvæm eftir af leiknum. 21-20. Og lætin rosaleg hér í valsheimilinu. FH-ingar og valsmenn á alla kanta hér. Pakkað, ef við getum notað það orð í húsinu. Vægast sagt. Og valsmenn með boltan, einum færri, Jón, Júlíus og Jón, Theodor, Jón. Brotið á Jóni, það er að gera fyrir valsmenn að fiska aukakosti núna. Þeir eru einum færri. Það ætla sér langt í mannin. Það eru, ætla sér ekki tæpar 2 mínútur, 1,5 mínúnda. Valdimar, einur hóttinu og skorar! Þetta eru mistök hérna hjá Pétur að fara svo út á móti. Þetta var geysilega áhrifamikið mark og enn og aftur skoraður úr hornunum. Samt eru þeir 5-6. Það er rétt, Valdimar Grímsson í knjáið hornamaður valsmanna skoraði sitt 8. mark þarna. Staðan 22-20. Héðinn og Óskar og Guðjón og Gunnar. Nei, Einar Ver hjá Gunnari enn einu sinni. Staðan 22-20 og 5 mínútur og 30 sekundur eftir. Valsmenn hafa skorað 1 mark. Unnið boltan einu sinni, einum færri og Einar Þorvarðarsson hefur varið 16 skot í þessum leik. Þetta er ótrúlega markvallega hjá honum. Július og Valdimar. Dæmt aukakast á Héðinn Gilsson. Héðinn ítti þarna á bakið á Valdimar Grímssoni. Vanalega er þetta klukkutíma leikur en ég sýnist að stefna bara alveg í 90 mínútur. Nei, nú tekur hann 2 umferð. Já, ég ætla að taka það fram að samkvæmt venju ætti 19 að vera byrjað og við ætlum að fylgjast áfram með þessum hrikalega spennandi leik í valsheimilinu og þetta er út af. Óskar Ármannsson rekinn út af fyrir þetta brot á Júlíusi og þá eru FH-ingar 6 inn á 22-20 staðar 5 mínútur og 4 sekundur eftir. Og við verðum því miður að fresta 19-19 stundarsækir. Við getum sagt bara 19-19 sé hafið. Já, staðan sé 22-20. Og þó að staðan sé 22-20. Þannig að við tölum aðeins áfram í tölum. Já. Valsmennir með boltan. Nú geta mínir menn gulltryggt þetta. Ég er ekki í vafa um það. Þeir geta það er rétt. En það er spurning hvort þeir gerir það. Geiri fær sendingu. Júlíus, Jakob. Hann skorar. Jakob skorar 23-20. Valsmenn leiða með 3 mörkum. 4 mínútur og 40 sekundur eftir. Þetta er ekki búið enn. Jakob Sigurðsson hefur því gert 5 mörk fyrir Val. Gunnar hér. Brotið á honum. Boltinn er hægt að rúlla hjá FH-ingunum. Hann gekk vel á þann. Þeir eru náttúrulega einum færri. FH-ingar eru einum færri, já, miðjumannslausir. Héðinn og Guðjón. Héðinn og með skot en í varnarveikin dæmt aukakast. Ólafur dómari alveg með þetta á hreinu sagðan. Nú verða þeir að skora. Þetta er aukakast. Jújú. Geir Sveinsson braut á Héðinni þarna. 4 mínútur nákvæmlega eftir á leiknum. Staðan 23-20.
og Geir brýtur ávallt á Héðni ef hann reynir að Héðinn alltof nálagt, hann á að koma á siglinguna að. Guðjón. Þetta ruðningur. Já. Nei. Hann hættir að skjóta. Hann jaðraði við það, en F-fangar halda boltanum. Það nú gaman að hvað við höfum mikið og gott vita á síðan á boltanum. Það satt. Já, Pétur Pedersen skorar. Það var mikið að koma upp á hotninu hjá okkur. 23-21. Nú kom fyrsta hotnamarki hjá FH. Það getur verið dýrmætt. 23-21, 3 mínútur og 20 sekúndur eftir og ég get sagt áhorfendum það að þessi leikur ekki búinn. Hann ekki búinn. Það alls ekki útilokað að F-fangar nái að jafna. Þeim nægir jafnteflið til þess að tryggja sér titilinn. Þórður skorar! Þetta kom Þórður mjög skemmtilega óvart. Þórður skorar 24. mark F-fanga og hans 4. mark í þessum leik. Nei, 3. mark í þessum leik. Staðan 24-21. Valsmenn yfir. Óskar kominn inn á hér. Þorgils Óttar brotið á honum. 2 mínútur og 40 sekundur eftir. Nú ætlar að stilla upp. Óskar inn á Pétur og skot framhjá og Valsmenn fagna. 2 mínútur og 27 sekundur eftir. Staðan 24-21. En það nú ekki öll nótt úti ennþá. Nei, alls ekki öll nótt úti ennþá fyrir F-fanga. Það lítið út að vera. Já, dæmt aukakast. F-fangar taka 2 menn umferð og mér sýnist það á strákunum í FH að þeir séu jafnvel búin að sætta sig við úrslitin. Já, mér sýnist þau vera farnir að hengja haus. Taka 3 umferð. Já, það rétt. Þórður Sigurðsson líka tekinn umferð. Óskar má passa sig þarna. Stilt upp fyrir Július. Hann reynir að fara í gegn. Ætti við. F-fangar á boltanum. Pétur Pedersen. Valdimar stelur honum aftur. Nei, dómarinn dæma aukakast á Val. 1 mínúta 50 sekundur eftir. Staðan 24-21. Héðinn. Dæmt aukakast á Geir. Nú komin upplausn í þetta. Nú á að reyna allt upp. Héðinn með skot í varnarveginn og út fyrir. F-fangar hafa boltan. Guðjón með skot. Ósmar! Skaut hann beint á hann niður. Þetta er fyrsta markið á Guðjóni. Já, hann víti. Þetta er annar markið hans í leiknum. Hann skoraði úr víti fyrr í leiknum. 1 mínúta og 20 sekundur eftir. 24-22 og það hægt að gera 2 mörk á þeim tíma. Það ekki nokkur vafi. Valdimar. Héðinn. Nei. Hann hefði mátt fara útaf fyrir þetta. Nei, Valdimar hljóp á hendina á honum og hékk þar. Það? Það nú tildur auðvelt að hampa á hendina F-fangurinn hefði ekki verið hissa. Ragnar Jónsson hefði liðna mér. En landsmaðurinn, hann var ekki sammála þessu. 24-22. Nú eru 60 sekundur eftir. Valdimar með skot og mark! Valdimar skorar! 25-22. F-fangar með boltan. Óskar, Gunnar, Guðjón og þá má segja að leiknum sé nær því lokið en Valsmenn hafa 3 marka forskot. 37 sekundur eftir. Héðinn með skot en í varnarveginn. Þorbjörn, dæmt lína og Þorbjörn Jensson. Nei, Þorbjörn Guðmundsson segi ekki Jensson, hann í Svíþjóð. Óskar með skot og skorar. 25-23, 21 sekund eftir. Dómarnir stöðva ekki tíman. Þetta búið. Nú komið að sigur vendipunktum. Og aukakast á Óskar. Þetta sem má ekki gera þegar að tefja svona leiki. 9 sekundur eftir. Valsmenn eru orðnir Íslandsmeistarar í handknattleik í fyrstu deild karla 1988. Hér í sínu nýja íþróttahúsi á Hlíðarenda. Og það eru 9 sekundur eftir. Staðan 25-23. Valdimar með sendingu á Július en vítakast. Nú myndi ég láta Einar Þorvarðarsson taka. Vítakast og leiktíminn er liðinn. 25-23. Jón Pétur Jónsson og Ragnar Jónsson
Ég ætla að nota tækifærið þó við ljúkum ekki útsendingunni hérna strax að þakka ykkur fyrir hjálpina. Óska þér Jón Pétur og öðrum valsmönnum til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Þakkaði fyrir. Og Valdimar lýkur þessum leik hér með vítakasti og hann skorar! Og Valur Íslandsmeistari 26-23. Frábær og skemmtilegur leikur. Valsmenn vinna þetta Íslandsmót. Hafa 1 stig umfram FH-inga sem nægði jafntefli hér í dag. En það ber að þakka báðum liðum fyrir frábærlega skemmtilega leik hér í kvöld. Og Valdimar bætti hér við enn einu markinu. Valdimar hefur skorað 10 mörk í leiknum fyrir Val. Júlíus Jónasson 7 og Einar Þorvarðarsson varði 16 skot í leiknum. Jakob Sigurðsson skoraði 5 mörk, Jón Kristjánsson 1 og Þórður Sigurðsson 3. Fyrir FH þá varði Magnús Árnason 3, þar af 1 úr víti ef rétt talið tekið fram. Þorgils Óttar skoraði 5 mörk, Guðjón Árnason 2, Pétur Pedersen 1, Héðinn Gilsson 6 og Óskar Ármannsson gerði 9 mörk fyrir FH-inga og var langbesti leikmaður FH í þessum leik. Og valsmenn taka hér við Íslands bikarnum. Við skulum aðeins hinkra eftir því. Þetta mikil og góð stund að taka hérna við bikarnum í heimilinu okkar. Ágætis vígslu athöfn. Valsmenn voru síðast Íslandsmeistarar 1979, voru það þá í 3 ár í röð, 77, 8 og 9. Jón Pétur Jónsson var þá með. Nú FH-ingar voru það síðast 85. En nú byggðu þeir lægri hlut, lentu í öðru sæti. Valsmenn eru í úrslitum í bikarkeppni HSI og geta því unnið 2-falt. Lentu þar gegn Breiðabliki og sáleikum fer fram 13. apríl. En við skulum reyna að finna bikarinn hér einhvers staðar í öllum þessum aragrúa fólks. Valsmenn eiga að taka við sigurlaunum sínum hér og við getum auðvitað ekki yfirgefið salinn fyrir en það hefur farið fram. Geir Sveinsson fyrirliði, hann á að vera þarna einhver staðar. Stór og stæðilegu strákur sem að á ekki geta farið fram hjá okkur. Hann er þarna, já, hann er þarna til, hann fær út af skjánum. Það er Þorsteinn Pálsson, forsætisráðherra, heiðursgestur hér á þessum leik ásamt Steingrími Hermannsinni, eftir því sem best fæði vitað, sem afhendir sigurlaunin hér, og það er Geir Sveinsson, sonur Sveins Björnssonar, sem að tekur við bikarnum fyrir hönd leikmanna Vals og annara valsmanna auðvitað, og það er auðvitað ástæða til þess að óska öllum valsmönnum til hamingju með þennan sigur. Og hér er það Stanislav Mótorovski, þjálfari valsmanna, sem er toleraður í lokin og auðvitað á það vel við. Valsmenn léku mjög vel í kvöld og það gerði FH-ingar á köflum líka. Leikurinn var kannski ekki mjög góður handboltalega síðan en geysilega harður og drengilega leikinn, og leikmenn beggja liða eiga þakkir skildar fyrir mjög skemmtilega stund hér. Og það má taka það fram að það skal þakka dómurum einnig, þeim Stefáni Aldarsinni og Ólafi Haraldsinni. Þeir dæmdu leikinn frábærlega og ég held að það sé ekki neitt orðum ofveikið þó ég tali um það að þeir hafi dæmt hér á heimsklassavísu. Það gengur erfiðlega að halda stuðningsmönnum valsmanna frá liðsmönnum sem gefur að skilja. Hér voru í kvöld 800 til 900 manns sem fylgdust með þessum leik, fyrir utan allar þær þúsundir sem horfðu á þetta heima í stofu í beinni útsendingu hér á Stöð 2. Og Jón H. Guðmundsson, formaður mótanefndar HSI, reynir að bæja fólki hér frá.
Enga þurfum við lögregluna hér á Íslandi til þess að gera það. Valur, hrópa hér áhangendur Valsmanna. Íslandsbikarinn, við sjáum hann hér á borðinu. Úrslitin fengin. Þetta mót í vetur hefur verið einstaklega skemmtilegt. Voru miklu framfarir sem að orðið hafa í þessum Hafnarveg. Og þessi leikur hér í dag var sannarlega hápunkturinn á mjög svo skemmtilegu skemmtisambili. Og þetta Steinar Lúðvíksson, varaformaður HSÍ, sem að tala þarna Íslandsmótið í vetur. Og ég veit ekki hvort að það heyrist nú vel sem sagt en hann tilkynnti það þarna formlega að Valsmenn væru Íslandsmeistarar í handknattleik í fyrstu deild karla árið 1988. Mikil gleðistund fyrir Valsmenn þar sem þeir einnig taka við bikarnum hér í sínu nýja glæsilega íþróttahúsi sem vígt var í vetur. Og það Þorsteinn Pálsson, forsætisráðherra, sem að afhendir Geir Sveinssyni fyrirliða Vals þennan glæsilega bikar. Ég vil þakka báðum liðum fyrir skemmtilegan leik í dag og biðja svo fyrirliða Vals að taka við þessum bikar leið og ég óska þeim hjartanlega til hamingju með þennan glæsilega árangur. Þar höfum við það. Þorsteinn Pálsson afhendir hér Geir Sveinssyni bikarinn glæsilega og Geir Sveinsson, hann sko sannarlega glaður með þetta og það ennþá ástæða til þess að óska öllum Valsmönnum, bæði liðsmönnum, stjórnarmönnum, þjálfara og fleirum til hamingju með þetta og við látum þessu lokið hér úr Valsheimilinu og hverfum upp að Krókhálsi 6 þar sem að 1919 býður eftir okkur. Verðið sæl. Hans Petersen kostaði útsendingu þessa leiks.